Svefnráð. Boxöndun. Ef þú hefur vanið þig á að anda grunnt, getur það haft áhrif á einbeitingu og starfsgetu heilans, því heilin notar 20% af allri súrefnisintöku líkamans. Þegar þér líður vel og hugurinn rólegur, öndunin hæg og djúp. Þegar þú ert kvíðinn, öndunin hraðari og grynnri. Áhugaverð tilraun var gerð þessu tengt. Skoðað var hvernig öndun fólks breytist eftir líðan þess. Rannsóknin leiddi í ljós að öndunin mjög breytileg eftir því hvernig fólki líður. Fólk var beðið að anda ákveðin hátt og það hafði áhrif á líðan þess. Til dæmis var það kvíðið eða það var beðið að anda hratt og grunnt. Þetta þýðir að við getum notað öndunina til að hjálpa okkur að slaka betur á. Sérfræðingar hafa komist að raunum að djúpöndun geti jafnvel verið áhrifaríkari leið til að takast á við áfallastreituröskun en lyf eða sálfræðimeðferð. Við hvetjum engan til þess að hætta á lyfjum né í sálfræðimeðferð. Notaðu þindina þegar þú andar en hún liggur undir lungunum. Láttu brjóstkassan ekki rísa, kviðurinn ætti að þenjast út við innöndun og dragast saman við útöndun. Þindaröndun ýtir undir slökun og dregur úr streitu. Boxöndun eða box breathing mjög einföld öndunartækni sem áhrifarík fyrir svefnin. Fyrsta skref, dragðu djúpt að þér andan inn nefið í 4 sekúndur. Annað skref, haltu andanum inni í 4 sekúndur. Þriðja skref, andaðu frá þér út munnin í 4 sekúndur. Fjórða skref, haltu andanum í 4 sekúndur. Endurtaktu síðan eins oft og þörf á eða þar til þú finnur að hugurinn hefur róast. Byrjendum gæti farið að svima eftir nokkrar umferðir af boxöndun, en það fullkomlega eðlilegt. Sittu kyrr í nokkrar mínútur og andaðu eðlilega. Samkvæmt Mayo Clinic hefur þessi öndunartækni áhrif á ósjálfráða taugakerfið, sem getur lækkað blóðþrýsting, dregið úr streitu og bætt skapið. Sofðu vel.